Skúli Bragi Geirdal, dagskrárgerðarmaður, talaði fyrr í dag við Gauta Einarsson en hann lyfjafræðingur við Akureyrar apótek og sjálfur var Gauti heima hjá sér Skúli talaði við hann. Gauti, staðan á apótekum í dag, hvernig COVID að koma við ykkur? Hún að koma við okkur bara svona eins og flesta í þjóðfélaginu. Við erum að svona bregðast við með alls konar aðgerðum. Við erum búin að, til dæmis í mínu apóteki, búin að skipta upp starfsfólki í 2 hópa sem að vinna aðskilið annan hvern dag og náttúrulega allt hreinlæti og svona aðgerðir til þess að minnka líkur á smitum, það hefur náttúrulega stóraukist. Við erum búin að merkja á gólfið eins og flestar búðir, tilmæli til fólks að koma ekki fleiri en 10 inn í apótekið í einu. Og svo náttúrulega hefur við reynda kannski bregðast við með því að óska eftir því að komi sem fæstir til okkar. Við erum sem sagt farin að bjóða upp á bæði það að fólk hringi á undan sér eða hafi samband í gegnum netið og til þess að stytta tíma sinn í apótekinu. Og svo erum við að reyna að ýta á fólk að nýta sér heimsendingaþjónustu. Eiginlega svona erum við að reyna að beina fólki í það, að nota það meðan þetta ástand Maður hefur séð það úti að þegar það kemur á útgöngubanna þá eru verslænir og apótek það sem verður að vera opið, þannig að það skiptir miklu máli að þessi staði vel að þessu í apótekum. Já, það gerir það og auðvitað erum við ágætlega sett svo sem hérna í bænum að það eru alveg nokkur apótek og svona en leið og kemur upp smit í apóteki þá þarf að loka, allavega kötta út þá vakt þar sem smiti kemur upp. Og þetta náttúrulega svona grunnstoð í þjóðfélaginu, fólki þarf lyfin sín. En það hægt að fá lyfin í heimsendingu núna? Já, við höfum svo sem alla tíð verið með heimsendingu en höfum ekkert verið að auglýsa hana upp en núna hreinlega viljum við bara að sem flesti nýti sér það, alveg hvort sem þeir eru fótafúnir eða ekki, bara að fólk á að takmarka ferðir sínar líka í apótekið. Þetta er margir okkar viðskiptavinir svona viðkvæmur hópur og við þurfum svona að reyna að bregðast við því. Nú svo sala á spritti og öndunargrímum, þetta eitthvað sem fólk byrjaði að hamstra mjög fljótt. Hvernig tákust þið á við þetta? Já, við fórum fljótlega að bara skammta spritt og grímur. Grímur eru uppselda núna í dag, alla svona hjá almenningi. Sprittsalan komin á svona í jafnvægi, við vorum að fá þetta bara í svona skammtað frá hinum og þessum heildsölum, alls konar umbúðum og handpumpurnar á spritbrúsuna, þær eru uppseldar svona nánast í heiminum og svona þetta er skrítið ástand. Einhver ákveðin lyf sem að sala eykst á svona tímum og einhver önnur sem hún hreinlega minnkar? Sko maður skildi kannski ætla að núna eins og kannski í fjármálakreppunni að kvíðalyf og annað myndi aukast. Ég samt sé það ekki svona í mínu starfi þannig að ég geti fullyrt það og ég hef ekki séð neina tölur það. Mér finnst þetta að vera svona nokkuð svipað. Reyndar svona kannski ýmislegt sem breytist. Til dæmis bara svona sjúkrahúsið hætt með svona minni aðgerðir þannig að fólk sem að útskrifast eftir slíkar aðgerðir með ákveðin svona lyfjapakka, maður sér það ekki núna. Það breytist einhverju leyti en annars þetta bara þú þarft hjartalyfin, astmalyfin óbreytt hvað að gerast í heiminum þannig. Finnið þið eitthvað á viðskiptavinum, eru þau óttaslegin því þarna líka hópur sem eins og segir viðkvæmur fyrir þessu, hefur fólk áhyggjur af því að vera að koma í apótek? Já, við sjáum það alveg og við sjáum það á kúnnunum okkar að þeir eru margir hverjir svona þeir eru varir sig og vilja halda ákveðinni fjarlægð og við bara brýnum fyrir fólki að virða það og það eru tilmæli hjá okkur eins og flestum öðrum verslunum að leiðbeiningar til fólks hvernig við óskum eftir að hægi sér í versluninni og eins og ég segi við bara hvetjum fólk til þess að nýta sér heimsendingaþjónustu þannig að í rauninni þurfi sér minnst inn til okkar. Gauti, takk hérlega fyrir þetta. Og við segjum þetta gott héðan frá Akureyri í bili. Við þökkum ykkur fyrir áhorfið, sjáumst í næsta þætti.